Viska til frelsis, 30. kafli, hinn sanni andlegi kennari. Sannur andlegu kennari sá sem hefur gengið í gegnum andlega vöknun og opnun. Sá sem hefur opnað augun fyrir sannleikanum lífið, tilvöruna og sjálfan sig. Hann hefur séð í gegnum blekkingarnar í kringum sig og innra með sér. Hann hefur sigrað óttann í lífi sínu og fyllt hjarta sitt af kærleika til sjálfsins og annara. Hann laus við fordóma og dæmir ekki aðra. Hann hefur skilið og meðtekið einingu alls sem Hann veit í hjarta sínu að hann eilíf sál í dauðlegum líkama og sálin hluti af öllu sem Því kemur hann fram við alla af kærleika, hlýju og hjálpsemi. Hann veit að veraldleg auðæfi eru tímabundin og munu renna út í sandinn að lífi loknu. Hann veit að sönn og eilíf auðæfi hverjar manneskju liggja í hjartanu. Hann hefur lært að lifa einföldu lífi og nægjusamur. Hann ber virðingu fyrir náttúrunni og öllu dýralífi. Hann veitir hjálparhönd þegar kallið kemur og boðinn og búinn að aðstoða aðra. Hann hefur köllun í hjarta sínu að láta gott af sér leiða og hjálpar öðrum að ganga þann veg sem hann hefur gengið. Hann hjálpar öðrum að opna augu sín fyrir sannleikanum og hjarta sitt fyrir kærleikanum. Hann kennir öðrum að ganga þann veg sem hann hefur gengið og miðla reynslu sinni til annara. Hann vill ekki láta sitja sig á stall, heldur markmið hans að hjálpa öðrum að sigrast á óttanum, blekkingunum og að takast á við sjálfan sig. Að gera hvern og einn sjálfstæðan og sjálfbjarga til að geta tekist á við þau verkefni sem uppkoma í framtíðinni. Hann hjálpar öðrum að verða kvíða og óttalaus og hjálpar öðrum að tengjast Guðs orkunni. Hann kennir öðrum umburðarlyndi og kærleiksrík samskipti við aðra. Hann hjálpar fólki að lifa í augnablikinu og njóta hverjar stundar í lífinu. Til að vera sannur andlegu kennari þarf hann að hafa gengið þennan veg sjálfur og tekist á við það sem uppkemur í andlegri opnun og vakningu. Engin miðlar reynslu annara af sannfæringu því það áhrifamest að miðla eigin upplifunum. Sannur andlegu kennari lifandi fyrirmynd annara. Andleg kennsla í raun að hjálpa fólki að muna það sem það áður vissi. Kveikja neistan í hjartanu og virkja það sem liggur innra með hverjum og einum. Nemandi vinnur sjálfur vinnuna og gengur sjálfur veginn með handleiðslu og aðstoð kennarans. Hann varðar leiðina og léttir föruna en það alltaf nemandinn sem þarf sjálfur að sigra hið falska sjálf, sigrast á óttanum og kvíðanum og læra að beina huga sínum og hugsunum í kærleiksríkar og jákvæðar áttir. Þetta getur enginn gert fyrir annan. Enginn andlegu kennari getur sigrað óttan innra með öðrum. Þegar sál þín tilbúin til að vakna til meðvitundar og þú byrjar þín andlegu vöknun og þín andlegu för, þá mun þín andlegi kennari birtast af sjálfum sér. Hann mun kenna þér og leiðbeina tíma eða þar til þú hefur lært að lifa í kærleika, gleði og hamingju í þínu lífi og þá mun hann hverfa jafn skjótt og hann birtist. Þú munt finna í hjarta þínu þegar þú hittir þinn rétta andlega kennara. Þú munt upplifa létti og kærleika í hjarta þínu og þér líður vel með kennaranum. Sé upplifunin og tilfinningin í brjóstunu neikvæð þegar þú hittir hann, þá hann ekki sá rétti fyrir þig. Hinn eini rétti mun svara öllum þínum spurningum sem uppkoma á leiðinni og mun gefa þér heimaverkefni til að hjálpa þér að ganga hinn rétta veg. Meðvitund þín mun hækka jafnt og þétt og þú munt upplifa allar þær tilfinningar sem búa innra með þér, allt frá dýpstu sorgum til mestu gleði. Þú munt upplifa mikinn ótta og meiri kærleika en þú hefur nokkur tíman upplifað áður. Í þessu ferli munu mikil innri átök og barátta eiga sér stað og því gott að hafa kennara sem þú getur treyst sem hjálpa þér í gegnum þetta tímabil í lífi þínu. Enginn betri en sá sem farið hefur þessa för sjálfur og getur miðlað af reynslu sinni. Þegar þú svo komin í gegnum ferlið,
getur þú hjálpað öðrum og miðlað af reynslu þinni. Því þessi för mikilvæg kennsla til að verða síðar sannur andlegu kennari. Þessi kennsla og fræði eru hvergi kennd í hinu almenna skólakerfi, heldur hefur kennslan farið fram að manni í þúsundur ára og svo mun áfram verða. Leið og þú ert tilbúin þá opnast þínar dyr og þinn sanni andlegi kennari mun birtast þér og vera þér innan handar til hals og trausts. Andleg opnun tekur mislangan tíma hjá hverjum og einum, en fyrir alla þetta krefjandi verkefni og tekur tíma. Þetta þarf alltaf að gerast í hægum skrefum svo líkami og hugur aðlagist hækkandi meðvitund jafnt og þétt.